Hæ, hæ. Mig langar að fara í eina skák sem ég teldi á Ólympíumótinu undir 16 ára landsliða 2007. Við vorum að tefla þessu móti í Singapúr og ég var þarna á þriðja borði og var búinn að vinna held ég eina skák hingað til. Í þessari umferð fékk ég andstæðing og ég fékk upp drekaafbrigði sem ég var frekar sáttur með. Andstæðingur minn reyndar teldi frekar skringilega leikjaröð en einn kosturinn við drekan er að við getum oft komist út í sömu stöðu bara með annarri leikjaröð. Biskup G7, biskup E3, riddari F6. Einn kosturinn við þessa leikjaröð þegar svartur er ekki mann að leika D6 er að hvíturinn núna þvingaði til þess að leika biskupnum á C4. Ef hann leikur F3 eða drottning D2, sérstaklega F3, þá getur svartur leikið bara D5 í einum leik og er eiginlega búinn að jafna taflið bara strax vegna þess að hann er að græða það að leika eyða tempó í D6 sem við leikum venjulegri leikjaröðinni. Biskup C4, hrókering F3, D6, drottning D2, biskup D7, löng-hrókering, riddari E5, biskup B3, hrókur C8 og H4. Þetta er eitt aðalatriðan sem hvítur hefur gegn drekanum og þegar ég byrjaði að tefla þá voru ennþá margir sem voru að leika riddari C4 en H5 var samt eiginlega orðið aðaleikurinn í stöðinni. Kosturinn við H5 leikinni er að við hægjum svolítið á sókninni hérna hjá hvítum og ef hvítur fyrir að henda í okkur einhverjum peðum með G4 þá getum við bara tekið þau og svartur er í lagi, hann nær að verjast þessum stöðum en hann þarf samt að þekka það frekar vel. Andstæðingur minni leika í þessari stöðu eitt frekar gömlu plani í þessari stöðu sem er að leika biskup G5. Hugmyndin þessum leik er að fara að leika G4 á einhverjum tímapunkti, þá stendur biskupinn kannski betur á G5 og líka í sumum stöðum þá er þetta að leika F4 og E5 síðan og þá byrjum við að grafa undan þessum mönnum hér sem valda biskupið, þannig að F4 og E5 þá opnast þessi lína hér og þá er oft hvítur með mjög fína stöðu. Augljósi leikurinn í þessari stöðu hér virkar ekki. Það virkar ekki að leika drottning A5 í þessari stöðu vegna þess að þótt við náum að virka drottninguna hér getur hvítur einfaldlega leikið kongur B1 og núna er komið óþægileg fótun að drepa hér á F6 og leika riddari D5 og drepa á F6 og þá eyðileggst peðastæðan hér á svörtum alveg. Og hér virkar heldur ekki að leika hrókur C5 sem myndi valda drottninguna vegna þess að eftir hér og riddari D5 getum við ekki drepið hér vegna þess að eftir drepið hér þá drepið strax á F6 og við svartur tapar allavega peðið eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi lína er ekki í boði fyrir svartan. Þannig að þess vegna leikur svartur hrókur C5 sem er mjög skringilegu leikur en hugmyndin er einfaldlega það að geta leikið næst drottning A5 og þá er drottningin völduð. Ef hvítur myndi leika kongur B1 hér þá held ég að svartur leiki bara B5 og þá sjáum við kostina við það að vera búin að leika hróknum á C5 vegna þess að núna er peði hér valdað á B5 sem væri annars ekki. En hvítur ákvað að leika af G4, farið þetta hefðbundna plan og opna stöðuna. Drepið F4 og riddari C4 og ef hvítur leikur núna eitthvað eins og drottning E2 þá getur svartur leikið annarkvort B5 eða drottning C8 þannig að hvítur ákvað að drepa hér og núna leikan E5. Ef svartur fer að drepa núna hér þá mun hann alltaf lenda í einhverju óþægilegri leppun en þess að hann getur ekki hreyft biskupinn eftir segjum til dæmis bara drepi hér og riddari E6 og á endanum fellur drottningin vegna þess að ef við drepum hér þá drepum við drottning og peðastaðan er alveg hræðileg hjá svörtum. Þannig að ég leiki þessari stöðu riddari H5 með sérstakri hugmynd vegna þess að ég er auðvitað að labba inn í leppun núna vegna þess að hann getur drepið hér en málið er að svartur á þá í þessari stöðu hér held ég hrókur drepið D4 þannig að það gengur ekki upp eða fyrst jafnvel F6 já ég held að sé reynda frekar F6 fyrst og það skiptir ekki máli biskupinn fellur alltaf og ef biskupinn fellur þá verður þessi onni og riddari D5 bara svara með drottning D6 þannig að andstæðingur minn leik drottning D3
Þannig að núna ef hrókurinn bakkar þá má hvítur drepa á D6 og núna held ég að andstæðingur minn hafi bara mistað næsta leik sem ennþá bara teóría og ég var ennþá eftir núna 18 leiki bara að tefla teóríu eftir bókinni sem ég var með. Ég ákvaði að drepa hér, fórna skiptamunni og leika biskup C6 og það sem ég held að andstæðingur minn hafi svolítið mistað við þessari stöðu hér er að ég er ekki eingöngu að hóta að vinna skiptamunni tilbaka, ég líka að hóta að leika F6 í þessari stöðu og ef ég næja að leika F6 þá vinn ég biskupinn og þá er þessi staða bara alveg búin á hvítt. Andstæðingur minn leik þess vegna hrókur H1 til þess að tapa ekki skiptamunum og eftir þessi F6 þá bara gjörsamlega hrynur hvíta staðan. Ég velti fyrir mig hvort að það hefði verið eitthvað skárra plan fyrir hvítan bara að koma sér út úr leppunni, leika drottning F2 en þá líka tapar hann biskupinn þannig að ég sé ekkert endilega augljóst framhald, kannski F5 eitthvað leið til þess að reyna að halda í biskupinn, jafnvel riddari D5 en eins og ég segi þá kemur líka F6 þannig að kannski er F5 inn í leikurinn. Eftir hrókur H1 kom F6, andstæðingum leik drottning D3 til þess að reyna að fá eitthvað hér í staðinn, drepið, riddari drepur, drottning drepur og biskup F3. Ég var mjög ánægður með þennan leik vegna þess að ég valda peði á G4 og ég hóta líka að drepa hér á D3. Hér held ég samt að andstæðingur minn hefði átt að drepa á D6 en hann gerði það ekki. Hann leik hrókur D2 og þá næ ég bara að festa niðurstöðuna með D5 og E6 og þá er þetta alveg búið. Hann leik H5, E6 sem þinga fram drottningaruppskipti og eftir riddari G2 gaf hann vegna þess að hann tapar skiptamun og þá er hann bara ekki bara manni undir, hann er líka einhverjum peðum og stöðunni. Þannig að þetta var frekar sannfærandi sigur fyrir mig í þessari skák í þessu móti og ég var mjög ánægður með það að þetta var eiginlega nánast allt undirbúningur fram í 19. leik